Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudagskvöldi, það komin 15. nóvember. Í kvöld höldum við áfram að tala húsnæðismál sem hefur verið svona þema undanfarna þætti, en við ætlum aðeins að skoða þetta frá öðru sjónarhorni í kvöld. Hingað komin Hildur Gunnarsdóttir arkitekt og líka Hilmar Þór Björnsson arkitekt og við ætlum að ræða svolítið svona uppbyggingu félagslegs húsnæðis, hvort það hafi breyst í gegnum tíðina, hvort að spyrja okkur því hvort að skipulag hverfa gerir ráð fyrir svona eðlilegri blöndun og líka hvort að íbúðirnar hafi kannski minnkað of mikið, það verið skrelt of mikið af þægjendum af þeim til þess að halda niður í kostnaðarverðinu, hvort að þetta séu, við erum kannski komin út á ystu nöf við því, en það kemur í ljós í samtali okkar við þau, en ekki síður í samtali okkar við fólk sem að býr inn í svona húsnæði og hérna eru fulltrúar ýmissa kerfa, það er Kristbjörg Lúðvíksdóttir, hún leigir hjá Bjargi, húsnæðisfélagi verkalýðsfélagana, Þórdís Bjarlisdóttir sem að leigir hjá Félagsstofnun stúdenta og svo er hérna hjá okkur Svavar Kjarval sem að leigir hjá Brynju sem er hússjóður öryrkja og hann býr niður í Hátúni sem er sögufræga hús, ekkert síður heldur en verkamannabústaðablokkir sem við þekkjum upp í víða bæ og kannski gömlu húsin við Hringbrautina. Þetta var stórkostlegt átak sem var í kringum 1970-1980 að leysa húsnæðisvanda öryrkja. En við skulum byrja á Hildi og ástæðan er svo að Hildur er eiginlega arkitekt sem að leiddist út í það svona rannsaka þessi mál svolítið, að skoða félagslegt húsnæði viltu kannski byrja að segja okkur aðeins af því, hvernig af hverju þú ert hér? Af hverju ég kalla þig til sem svona sérfræðingi í þessum málum. Hvernig var því háttað að þú fyrst áhuga á svona sirka þessum málum? Hildur. Já, takk fyrir það. Ég geti bara byrjað að segja að ég er sérst arkitekt og lærði í Kaupmannahöfn og byrjaði svo í mastersnámi þarna svona í kringum hrun en kláraði ekki í svona stefnumótin í skipulagsgerð og svo er ég alin upp í Efra-Breiðholti þannig að ég þekki svona blanda hverfi sem að er svona vel félagslega blandað í rauninni bara út og inn frá mínum uppvexti og fannst rosalega spennandi þegar ég var að fylgjast með því að verkalýðshreyfingin var að þrýsta á uppbyggingu almenns íbúðakerfis í kringum kjarasamningarna árið 2015 og úr því urðu lög almennar íbúðir og svo reglugerðar stofnframlög og ákvað bara að skella mér aftur út og klára þetta mastersnám og svona skoða betur þessa uppbyggingu. Það að bera saman þá almennar íbúðir á Íslandi og fyrirmyndina sem í Danmörku. Já, akkurat, að því að fyrirmynd ASÍ var danska almenna íbúðakerfið og þetta heitir náttúrulega almennt íbúðakerfi í Danmörku að því að þetta er fyrir alla. Og við höfum bara þýtt þetta beint í almennar íbúðir, lögum þær og þó svo að okkar svokölluðu almennu íbúðir séu bara fyrir einhvern ákveðinn tekju- og eignarhóp. Og það var einmitt mjög ákveðin fyrirmynd af þessu kerfi frá hálfu ASÍ, það var danska kerfið og þau gáfu mér svo bækling sem heitir danska leiðin. Þar sem að þau lýstu rauninni markmiðunum að þetta ætti að vera félagslegt húsnæði með nægilegu framboði fyrir tekjulágar fjölskyldur reyndar og svo segja líka að það er að koma í veg fyrir stéttskipt íbúðamynstur og byggja aðlaðandi húsnæðislausnir fyrir breiðan hóp landsmanna og húsaleiga sé lága í samræmi við markmiðum viðráðanlega leigu og svo að þangað til að kerfið yrði sjálfbært í framtíðinni að þá ætti það að fá bein framlög frá hinu opinbera. Þannig að þetta var útgangspunkturinn og það sem ég gerði var svolítið svona að bera saman þá í rauninni þær tvær byggingar sem voru á teikniborðinu á þessum tíma þegar ég var í náminu 2017-18
það var þá Bjarg að byggja á Móavegi við Spöng í Grafavogi og svo í Urðarbrunni í Úlfarsárdal. Og bar það líka svolítið sama við söguna í Breiðholtinu, það sem er mjög nærtækt fyrir mig, og aftur líka við í rauninni danska uppbyggingu í dag. Þannig að ég reyndi svona að spegla það sem við vorum að gera núna út frá þessum nýju lögum og í rauninni markmiðum sem var stefnt var að við það sem við gerðum í síðasta, ef við getum kallað það, einum af mörgum húsnæðisátökum sem að farið var í, það var þá 1965, aftur eftir sögulega kjarasamninga þegar ákveðið var að byggja upp félagslegt húsnæði í Breiðholti. Og þetta er á mörgu leyti mjög áhugaverð samlíkinga því að þetta var meira að segja margar íbúðir í báðum tilvikum. Það var talað 1000 íbúðir og svo 250 félagslegar íbúðir sem eru þá íbúðir félagsbústaða í báðum tilfellum. En sem sagt í rauninni gjör ólík nálgun. Hver er munurinn? Þú ert að bera saman annars vegar Bjarg við fyrirmyndina í Danmörku og svo við það sem kom út úr júlísamkomulaginu 64. Getur þú útskipt fyrir okkur hver er munurinn? Hvernig er Bjarg ólíkt því sem er í Danmörku og hvernig er Bjarg ólíkt því sem var við uppbyggingu Breiðholtsins? Já, það sem ég kannski komst að var til dæmis að í tilviki Breiðholtsins þá var búið í Neðra Breiðholtinu, það var búið að gera deiliskipulag fyrir nýtt hverfi og það var bara hluti af aðalskipulaginu frá 62 að það ætti að byggja upp nýtt úthverfi og það var bara í rauninni í takti við stefnur og straum á þeim tíma að það var umferðin var í jaðrinum og var barnvæn byggð í rauninni inn í hverfinu, góði garðar og lágreist hús og þar var í rauninni skipulagðar 22 U-blokkir eins og fólk þekkir laust í bökkunum og þar var bara í rauninni framkvæmdanefnd byggingaráætlunar eins og Bjarg þess tíma var úthlutað 6 lóðum af þessum 22 og þau byrjuðu bara að byggja samkvæmt skipulagi. Alveg eins og aðrir aðilar fóru að byggja hinablokkinnar samkvæmt sama skipulagi. En það sem að rauninni er svolítið verið að gera núna er að því að það er þessi hagkvæmnis sjónarmið eins og sagt í lögunum og líka það er bremsa á leiguverði og leiguverð þarf að fjármagna uppbygginguna þannig að það er verið að draga svo mikið úr stærðum aðalega íbúða og gæðum og öllu veit ekki hvað maður kalla það, þú veist, sem sé óþarfa prjáli en þetta Geimslan er farið og fólkum er sér sniðugt að geima hjólið inn í stofu og kannski er fjölskyldurými sem er sameiginlegt stofa og eldhús og borðstofa kannski orðin lítil vegna þess að vera að reyna að tróða inn 3. herberginu eitthvað svoleiðis. Akkurat, já, það er nákvæmlega það sem gerist og garðarnir eru kannski helmingur bílastæði og meðan hinir garðarnir eru bara áfram garðar þar sem krakkar leika sér af því að það er að spara bílakjallarann. Þannig að það eru alls konar svo sparnaðar aðgerðir sem að gera það verkum að íbúðirnar eru ólíkar, sem að segja, takk bara vægt til orða, ólíkar bæði öðrum íbúðum sem er verið að byggja, kannski á sama tíma, og ólíkar íbúðum sem er byggðum áður, og plúsa nýjasta danska uppbyggingin, hún er bara á pari við það sem að við byggðum hérna áður fyrr í rauninni. Þar er ekkert verið að minnka stærðirnar eða spara í svona hlutum. Þó svo þau þurfa auðvitað að hafa kostnaðargát, en þá er í rauninni séð til þess að það sé sömu kröfur gerða til íbúðabygginga í almenna kerfinu og annara eins og eignaríbúða. Þannig að nú er þetta kerfi, hvernig að orða það, fast setur svolítið stéttskiptinguna að þó að þetta sé ekki gettó, eitthvað heila breiður af íbúð fyrir fátæka, að þá það sem það er inn í hverfunum, að þá getur maður eiginlega að séð það þegar maður gerir framhjá, að þarna er blokk á vegum Bjargs, vegna þess að það er eitthvað sem er öðruvísi, garðarnir minni, það er eitthvað sem maður gefur til kynna. Og þegar maður gefur inn á heimilina þá sér maður að kannski enn frekar að íbúð á vegum Bjargs er að einhver leyti öðruvísi heldur en
flest aðrar íbúðir í blokkunum í kring. Já, það algjörlega rétt og það meiri þrengsli náttúrulega, það fleiri íbúðir á sömu lóð heldur en annars staðar, það minni íbúðir og það ekki þannig í rauninni eins og kannski verið að gera á mörgum stöðum að reyna að hvetja til svona kannski einhverju samneyslu og deili hagkerfis að þá sé eitthvað svona sameiginlegt rými þá í staðinn sem vegi upp á móti minni íbúðum. Það rauninni ekki, þú veist, því ekki til að fara fyrir sko. Þannig að þetta rauninni svona, einmitt eins og segir, þó þetta sé ekki svona heilu hverfin sé eitthvað öðris en þá þetta ein og ein lóð orðið svolítið svona í mörgum hverfum núna sem klárlega frábrugðnar öðrum lóðum. Við förum svona aftur í söguna, þá þekkjum við svona það sem smærri íbúðir en vegið upp á móti svona sameiginlegu rými úr hjónagörðunum sem ég veit ekki hvernig voru byggðir, ætlaði ekki verið svona kringum 70-80. Það sem að þessi leið sem þú ert að tala að sem möguleg þegar þú minnkar íbúðirnar, að þá séu svona sameiginleg rými sem að fólk getur notað. Ég veit að margir hafa farið í barnaafmæli til dæmis í hjónagörðunum, það sem haldið í svona sameiginlegu rými sem fylgir öllum íbúðunum. Þú ert að tala það, að það sé ekki heldur slík lausn. Nei, einmitt, það málið. Þau ekki að vega upp á móti minni íbúðagerðum. Og eins og þú sagðir sjálfur, það einmitt, þú veist, það allt sparað, geymslur farnar, þú veist, eldhúsinnýtingar eins lítið og hægt að komast upp með og líka helmingi minni heldur en það sem var boðið upp á 1970. Þannig að það bara alls staðar svolítið kroppað í gæði. Og kannski sjálfsögæði líka, ef fólk á að búa þarna lengri tíma, því það að sjálfsögðu öruggt leiguhúsnæði og það vel. Og þetta heimili fólks sem að það getur bara haldið eins lengi þú vill vera þar. Það enginn að segja upp nema eitthvað stórkostlegt komið upp á. En á móti þá það, að því þú talar gettó áðan, og þú veist, það svona, sammerkt gettóum að þegar fólk fær ráð á því að komast út úr hverfinu, þá gerir það og skilur henni þá eftir sem að hafa engin önnur bjargráð heldur en að vera á staðnum og það verður til þess að hverfinu svona hnigna. Þannig að í rauninni þetta svolítið að ýta undir það líka. Við höfum kannski, að því að nefnir þetta, og þú hefur verið að kanna þetta, eigum við eitthvað svona raunveruleg dæmi af gettóum í Reykjavík. Við erum alltaf að reyna að forðast það, en ég til dæmis bjó upp í Fellahverfi, ég bjó í Vogahverfinu sem var nú gettó á sínum tíma, en ég búið í ýmsu sem hefur verið kallað gettó, en ég upplifði ekki að það ekki gettó í Reykjavík, það? Nei, ég sammálaður, mér finnst ekki vera neitt gettó og það sem ég finnst líka áhugavert því að ég veit að sumir horfa þannig til Breiðholtsins og kannski sérstaklega Fellana að þegar ég skoðaði mitt íbúðagerðirnar í gamla daga með það sem verið að gera núna að því það var klárlega verið að reyna að spara líka og það þótti við dýrt að byggja í bökkunum að þurfti að beygja með kranana og svona þannig að þess vegna var þannig langa blokkin í Fellunum bara svona ein lengja og tekur við 3 götur og einhverjar 200 íbúðir en íbúðirnar sjálfar mjög góðar í byggingunni þannig að sparnaðurinn náði ekki til íbúðanna sjálfra. Þannig að ég sammála, mér finnst ekki, við höfum engin gettó í rauninni enn sem komið sem betur fyrr. Allavega miða við svona í umræðinu að við erum alltaf að forða þetta og tala félagslega blöndun eins og sé eitthvað stórkostlegt sem gerist ef að 2 fátækir búa saman í stigagangi. Ég bara kannast ekki alveg við þetta, svo finnst mér þetta að vera svona innflutt umræða frá einhverjum rekanárunum, þar sem að var verið að raunverulega tala niður affordable houses og svona opinbera húsnæðisstefnu að það leiddi ekki til neins góðs. Þannig að stundum velti ég fyrir mig hvort þetta sé svona innflutt umræða og hvort hún eigi raunverulega sér einhverja svona menningarlega rætur. En Hilmar, það verið að vísa til sögunar og þú nú á þeim aldri að þú eiginlega berð ábyrgð á þessu og Hildur að segja að þetta hafi verið bara í þokkalegu standi að til dæmis Breiðholtið og ég held að sé dæmi að oft tekið að þetta bara mjög vel skipulögð hverfi, Bakkahverfið, Seljahverfið, það svona meira kannski deilt Efra Breiðholtið en ég meina þetta vel gerð hverfi en ákveðinu töpum við þessu, við töpum þessu eiginlega á þinni kynslóð.
Já, það nú þannig sagt að við hipparnir við höfum alltaf verið að mótmæla og alltaf að breyta heiminum og við erum alla tíð að breyta heiminum og við sleppum hendina aldrei af þessu og nú erum við að berjast fyrir betri ellilunum, við höfum aldrei einhvern veginn verið ánægðir en það sem við skiljum eftir ekki sérlega gott. Við höfum barist gegn einkabílnum alveg frá því 1970, lágri þéttri byggð. Það voru allan tíma sem ég var á skóla, þá var vinsælustu verkefni voru svo kallað sósíalt bólibyggari eða félagslegt byggingar og þær ættu allar að vera lágar þéttar og menn áttu að labba út úr dyrunum sínum og fólk áttu að hittast í svona litlum sameiginlegum húsum til þess að halda fertugsafmælin sín og fermingarveislur og þar á götunum. En þar var grundvallaratriðið, eins og Hildur bendir á, og aðalatriðið sem alltaf hefur verið í veginum, það það að þetta þarf alltaf að vera á viðráðanlegu verði og við vitum það að það fólk sem með háartekjur og lágartekjur en lágtekjufólki þarf að geta búið sómasamlega og bara vel og þá ekki að þið tala um að sé ekki neitt gettó, ég nú ekki alveg saman á því, ég alinn upp hérna í Vesturbænum og þarna núna þar sem var Camp Knox og ég man eftir því að það var sko kennarinn minn Ólafur Einarsson, maður var kennt á þetta, hann varaði okkur við þegar það kom kampari, eins og kallað, í bekkinn, þá sögðu þau við okkur hans að hann vildi að hann vissi sko að það veri fúkalykt af honum en hann skýrði það út að það veri ekki vegna þess að það veri óregla eða sóðaskapur eða neitt aða heima hjá honum, hann ætti bara heim í svoleiðis húsi og við acceptuðum hann var ekki neða settur hinnir en þarna var gettó, ég man eftir því, ég fór svo í Gagg og Vestum, maður þurfti að fara þarna í gegn, en þetta var rifið upp og meðal annars byggðar blokkir við Meistaravellina og fólki og hérna á Hjarðarhaganum og svo kom Breiðholti síðar, en það sem ég held að sé aðalatriðið það að það þarf að lækka verðið og hvar hægt að lækka verðið, helst hægt að lækka verðið. Maður á ekki að lækka verðið eins og gerti núna eins og Hildur segir að minnka íbúðin og minnka gæðin. Maður á heldur ekki gera eins og kom fram í yfirferð borgarstjórans núna fyrir 3 föstudögum síðan, þar sem mann kynnti heljarmikinn bækling og ég sá í sumum hverfunum var meðalstærð íbúðana 64 fermetrar og þá sér maður það að þarna verið að ákveða stærð íbúðana eftir kaupgetu markaðarins. Þá minnka maður íbúðirnar og maður skilur bílastæðin út og selur þau sérstaklega og maður gerir allt mögulegt til að mæta kaupgetu markaðarins og það náttúrulega sjónarmið í sjálfum sér en ég held að maður eigi að spara það sem hægt að spara og það fyrst og fremst held ég í lóðarbraskinu. Það þannig að þegar ég til dæmis og foreldrar minni byggðu hérna í Vesturbænum þá var lóðarkostnaðurinn 7% af verktakakostnaðurinn, 7% af byggingakostnaðurinn. Núna hann 30%. Það þýðir það að þegar fólk að borga húsaleigunni sína, þá fer 25% í það að borga niður lóðina. Og þetta eitthvað sem þetta gera við. Og borgar niður lóðabraskið. Það eru búin að vera fréttir undanfarið þar sem að svona menn eru að taka út peninga út úr svona þróunarverkefnum eins og upp á Höfða og Orkuhúsinu sem eru álega upp á kannski 3-4 milljónir á hverja íbúð. Já. Það er eitthvað. Halló. Þess að heyra á meðan að læga tæknina hjá þér, að heyra í eini Kristbjörgu sem að býr hjá Bjargi. Já. Hilmar, þú að bíða aðeins? Þetta þýðir ekkert. Já, alltaf leið. Já. Kristbjörg, þú leigir hjá Bjargi. Má ég byrja að spyrja svona hvernig íbúðin sem þú býrð í og hvar þú býrð? Já, ég hef reynslu af mörgum af þessum kerfum. Ég ólst upp í verkamannabústöðunum í Breiðholti, Hábergi og hef líka leigt hjá félagsstofnun stúdenta og bý núna hjá Bjargi og hérna í Gæfitjörn í Úlfarsárdal. Tiltölulega nýflutt hingað fyrir 1,5 mánuði og vorum á biðlista í 2 ár, eitthvað þannig. Og bara, líkar frekar vel.
enda líka bara er ég búin að vera hérna á frjálsumarkaði, þú veist, í meira og minna síðustu 13 árin, þannig að það er náttúrulega mjög mikill léttir að vera komin í eitthvað svona örugt húsnæði. En varðandi íbúðina, já, það er frekar lítið skápapláss, það er náttúrulega engin geymsla. Það er, þú veist, eldhús og stofa er í sameiginlegu rými. Þannig að við erum svona ennþá, við erum ekkert alveg búin að ná að koma okkur fyrir. Við þurfum alveg að kaupa, við sjáum fyrir okkur að kaupa auka skápa fyrir eldhússtótt sem yrði þá á sama vegg og sjónvarpið, þú veist, í stofunni. Og já, ég myndi það voru alltaf mjög heissa, sko, ég held að það væri ólöglegt eða þú veist að það mætti ekki, þú veist, gera hús án þess að það er nokkra geymslur í húsinu. En maður er náttúrulega, já, orðin frekar vanur því að búa í litlu húsnæði, það sem er jafnvel ekki geymsla. Þannig að, já. Þú sagði það að verið 13 ára á almennum húsnæðismarkaði. Varstu bjóst á mörgum stöðum þá? Já, ég sem sagt flytt að heiman 16 ára. Þá er það fyrst svona stuðningsheimili vegna aðstæðana heima hjá mér sem voru ekki góðar. Og fór síðan fljótlega að leigja íbúð með vinkonu minni og þaðan í herbergi. Svo fæ ég kynnist í kærastanum mínum og ég býð heima hjá mömmu hans í nokkur ár. Við flytjum þaðan 2016 eða 17 og við erum búin að búa á 5 stöðum síðan þá. Og þar á meðal á stúdentagörðunum. Og þegar við fengum fyrst boð íbúð þar, þá eiginlega var ég mjög hissa því það eru þessar nýju íbúðir í Bolholti. Og þar er greinilega mjög mikið verið að spara. En þetta var 35 cirka fermetra íbúð og það var pínu lítil, sko, og þetta átti að heita 2 herbergja íbúð, en ég held að þetta sé jafn stórt og stúdíóíbúðar, nema það virðist að vera bara búið að setja vegg þvert á íbúðina og kalla það þá 2 herbergja íbúð. Og ég var að skoða núna að þetta er á 154.000 á mánuði, en við höfnuðum þeirri íbúð og fengum aðra sem var eldri og hún var stærri og ódýrari. Þannig að við vorum, en já, ég er búin að vera að flytja á hverju ári núna í nokkur ár. En þú ert alveg upp í verkamannabústöðum í Efra-Breiðholti, ekki í Fellahverfinu, Hólum og Bergi. Ef þú berð saman æskuheimilið þitt og það sem þú býr núna, er þetta rétt sem að Hildur halda fram að það hafi orðið svona það hafi verið minnkað allt svona, það hafi verið svona shrink? Já, algjörlega, sko. Við vorum í 3 herbergja íbúð, það var sér eldhús með, þú veist, það var að borða þar inni og svo var náttúrulega geymsla og hjólageymsla og svo var svona þurrkherbergi sem við gátum, þú veist, eins og núna er bara við þóttun okkar inni, þú veist, í íbúð. Það var ekki, það var ekki þóttahús, en já, það var svona allavega, já, þú veist, miklu betri garður líka og þú veist, náttúrulega, já. Þannig að þvottavélin er bara inn í eldhúsinu eða hvar? Hún er inn á baði. Inn á baði. Og þegar þú ert að þvo, þá ertu svona dreifur, tekur út svona og hengir þvottin upp inni og svona. Já, þannig að það sem var kannski í æskuheimiliðinu þar sem þú fórst niður að þvo, þetta leggst yfir heimilið þegar þvottadagur hefur. Já. Það var reyndar, sko, já, við fengum einhverja svona könnun, eða þú veist, þegar Bjarg var fyrst að koma, þá var gerð einhver svona könnun á hvað fólki, þú veist, finnst, hvað maður, þú veist, væri mikilvægast að hafa, þá eins og það væri svona verið að forgangsraða ákveðnum hlutum, þannig að ég veit ekki. En þú ert fegin að vera komin með þitt heimili í skjól eftir að það var verið á því helvíti sem almennur
leigumarkaður þannig að algjörlega, og ég er alveg, þú veist, ég er mjög sátt með íbúðina, þetta er alveg frekar svona kom okkur eiginlega óvart hvað hún er rúmgóð og við erum frekar heppin líka af því að við vorum fyrr á listanum og við fengum að velja við erum í gæludýra íbúð, það voru 3 við fengum að velja úr 3 og við völdum stærstu og hún held ég 70 eitthvað fermetrar á en hinnar eru minni sko. Hvað mörg herbergi? 3. Hún er og þið búið þannig hvað eru þið mörg í heimilinu? Við erum 3. Ok. Áður en að ég skipti yfir í Þórdísi sem leigir í stúdentagarði, þá langar mér að spyrja Hildi svona arkitektaspurninga. Er hægt að koma fyrir 2 herbergja íbúð á hvað sagðirðu, 36 fermetrum? Nei, ég myndi ekki segja það. Og og þetta einmitt svolítið tendens að þú veist að sko pláss sem almennt væri fyrir 3 herbergja íbúð alltaf norðan 4 herbergja og það sem væri eðlileg 4 herbergja orðin að 5 herbergja. Þannig að það svona, og það gengur einmitt eins og þú sagðir alltaf út yfir félagslegu rýmin inn í íbúðinni, sameiginlegu rýmin, eldhús, borðstofu og stofu. Þannig að þetta Ég bjó í sko Unnufelli sem eru eins og Langavillasan eru þær blokkir og það var 4 herbergja íbúð og þá voru sko barnaherbergin kölluð skókassar, af því þau voru svona lítil. En sko sameiginlega rýmið, það var stórt hol og mjög stór stofa og svo var eldhúsið svona tengt því, svona það var eiginlega sameiginlega borðstofa og stofa en samt ekki alveg, það var svona hálfur veggur á milli. Þannig að þetta voru mjög svona rúmgóð sameiginlegu rýmin, en svona barnaherbergin voru kannski svona í það minnsta, en ég held að það hefði nú ekki verið bara bundið við sko félagslegt húsnæði á þessum árum. Ég held að þessi svona skókassa barnaherbergi hafi verið eiginlega út allt sko. Hvað segir það, Hildur? Það svona þessi þröngu herbergi. Jú, algjörlega. Ég bý sjálfi í raðhúsi frá þessum tíma og það eru svona lítil barnaherbergi og frekar stærri þá íverurými fyrir alla fjölskylduna. Þannig að þetta var bara svona... Það getur hegðað sér því að börn orðin svolítið gömul þegar þau fara inn í herbergi. Yfirleitt, það alltaf að mínu heimili held ég hef aldrei barn lært inni hjá sér, þetta bara alltaf á borðstofuborðinu. Nei, það líka málið mitt, þú veist svona daglega líf fjölskyldunar, þá eru allir einhvern veginn að hnoðast hvert annað á þessu litla rými kannski. En Þórdís, þú byrði á félagsstofnun, þú ert í námi í háskólanum, má ég að spyrja þig svona hvar þú býrð og hvernig? Já, ég bý á Sæmundagötunni sem alveg bara nýtt húsnæði var tekið í notkun í janúar 2020. Þannig ég mjög lánsöm með það, svona með það sem maður heyrir. Þetta hvað 33 fermetrar. Og þetta stúdíóíbúð eða tveggjaherbergja íbúð? Þetta stúdíó. Og hvað má ég spyrja þig hvað að borga? Má ég spyrja þig hvað að borga fyrir þetta? Það rúm 119.000 manni. Og færðu húsaleigubætur, má ég spyrja því? Já. Sem að lækkar þetta þá ennþá meira þinn húsnæðiskostnað? Já, gerir það. Já. En svo bara spurning, ekki húsnæðiskostnaður herri af því ég fæ húsaleigubætur? Já, meinar að það kerfi haldi verðinu uppi? Já. Það svona sjónarmið, halda því fram. Þannig að þú lítur á að þetta er vel innréttuð íbúð og sinnir svona þínum þörfum sem þú býrð ein og ert í háskólanámi og þetta er bara ídealt. Já, bara maður kannski samt ára svolítið gamall til þess að vera í svona litlu. Maður á svolítið mikið að dóti og svona en já, þetta er fínt að meðan maður í háskólanum. Já, og hvað er dótið þitt núna? Það bara í geymslu. Já. Og ég spyrja hvað þú bjóst áður en þú fórst á stúdentagarða? Kirkjubæjarklaustri. Já, og varstu í þínu eigin húsnæði eða leigðirðu? Ég bjó sem sagt með manni þar í hans húsnæði. Já,
Já. Ok. En ég bjó í Reykjavík alltaf fram að því og var í félagslegu húsnæði og fyrir þann tíma og já. Já. Eins og stelpunar þá ólst ég upp í Breiðholtinu og fyrst í Fellahverfinu og svo í Seljahverfinu og já, og svo fluttist ég aftur í Fellahverfið og var ein af forkólunum aftur í uppbyggingu á Fellahverfinu þegar var farið í að klæða alla blokkirnar og laga rakaskemmdir og annað. Þannig að ég svona komið víða við. Já. Lítur á Fellahverfið svona sem þitt hverfi, þar sem að þú ólst upp, þykir vænt Fellahverfið? Já, en mér þykir vænt samt Seljahverfi. Ég bjó þar, ég flutti úr Fellahverfinu þegar ég 7 ára. Þannig að lengsta tíma bjó í Seljahverfinu. Þegar þú bjóst í Fellahverfinu, þá bjóstu í félagslegu húsnæði og var það líka þannig í Seljahverfinu? Ég var í verkamannabústöðum í Fellahverfinu, foreldrar mínir keyptu þar og svo fyrst til að byrja með voru í verkamannakerfinu í Seljahverfinu og svo byggðu foreldrar mínir hús og þá flutti ég það 12 ára. Við tölum aðeins áðan svona skipulag og svona, getur gert svona eitthvað svona meti munin á Fellahverfinu sem að var svolítið einsleitt verkamannabústaðir og félagslegar íbúðir en síðan Seljahverfið það var svona meiri, það var klókari blöndunin sem að var þar. Getur þú lagt mat á svona þessi 2 hverfi? Hvort svona betur lukkað? Seljahverfið mun betur lukkað. Það er svona skemmtilegri hönnun á hverfinu og svona fjölbreyttara og já. Okay. En bæði svona góðar íbúðir sko. Sem að voru? Já. Já. Má ég spyrja þig hvar þú varst í Fellahverfinu? Því ég var í Unufelli. Gyðufellinu. Gyðufelli, það er bara, þannig að við höfum kannski alist upp í nákvæmlega eins íbúð. Já. Ég var reyndar ekkert svo lengi þar, ég var svona frá því ég var svona 11-12 ára til 14 ára, ég fluttist snemma heimann. Þá skulum við fara til Svavar Kjarval, hann er í Hátúninu sem er risastórt félagslegt verkefni sem að mér finnst vera oflítið talað og talandi svona ótt okkar við svona slömmvæðingu, þá er oft ekki dæmi af Hátúninu eitthvað sem ekki megi gerast aftur, að við verðum að hafa meiri blöndun, að það sé ekki gott að sitja heila blokk þar sem eru bara öryrkjar. Þið kannist við þetta svona úr umræðinni. Svavar, er þetta reyndin, myndirðu líta á Hátúnið er þetta vellukkað, eitthvað sem við ættum að vera stolt af að hafa gert? Fyrstu blokkirnar voru byggðar í miðju síldarhruninu þegar samfélagið varð fyrir gríðarlegu tekjufalli og stærsta kreppa sem hefur gengið á eftir stríð þangað til í hruninu 2008. En samt haldið áfram með þetta. Ættum við að vera stolt af þessu eða er Hátúnið dæmi það sem við ættum ekki að endurtaka að vera með svona félagslega einsleitni í heilli blokk, 2 blokk? Já, ég var nú ekki á lífi þegar verkefni fór á stað að byggja þessa byggingu því miður, en ég hef nú heyrt ýmislegt. Það er allavega samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks myndi mæla með blöndun og mér skilst að Brynja hússjóður sé að reyna að fara þá leið núna. Það er að segja þau fái húsnæði og síðan reisa þau það og selja hluta af íbúðunum. Þannig að það verði ekki eingöngu fatlað fólk eða öryrkjar inn í hverri blokk. En íbúðum sem þú ert í, getur lýst henni fyrir okkur? Ég held að ég geti gert aðeins betur. Það er flóttaleiðakort sem við fekk á sínu tíma. Það er að segja þessi grásvæði. Þetta er það bil 50 fermetrar. Og það er auðvitað meira en það sem ég var áður. Ég var í herbergi í foreldrum mínum þegar áður en ég flutti. Og það er mitt kostur við flóttaleiðakortið, það sýnir hvernig sagan var áður.
eins og hér og hér, þetta voru sér íbúðir áður fyrr. En síðan hefur Brynja sameinað íbúðir sem auðvitað ákveðin kostur. Ég giskaði hver íbúð hafi verið eitthvað 20 fermetrar sem rosalega lítið samkvæmt okkar stöðlum. Sem eiginlega bara herbergi. Það eiginlega of lítið til þess að kalla stúdíóíbúð. Það eiginlega bara herbergi með elduraðstöðu. Já. Mjög lítilli. Þannig að þetta allavega orðið miklu betra en var áður fyrir, en nú þetta búið að reisa bygginguna og lítið þetta að gera núna. Sjálfur myndi ég vilja vera í aðeins stærri íbúð og ég nú að fara að sækja flutning til þess að freista þess og líka stað þar sem ég get verið með kött. Það mátti ekki vera með gæludýr? Nei, þau eru bannið. Sem þetta miður fyrir mig. Nú hef ég búið þar í svona 9-10 ár og ég held að þessi alveg komið tími á að ráða mig hjá ketti. Það mjög mikilvægt. Já, þessi félagskostur auðvitað mjög mikilvægur. Skiljiði rétt, Svavar, býrðu í þessar íbúð sem sameinaðar 2 íbúðir? Eða var það íbúðin hliðina? Já, það áeiginlega við allar íbúðarnar allavega á hæðinni nema þessar stærstu sem voru efst á myndinni. Þetta var ég held að það hafi verið fyrir stærri fjölskyldur, en síðan, hvað var það, þau sem voru bara ein, þar sé án þess að vera með fjölskyldu, þau hafi verið sett í svona 20 fermetra. Og þarna var nokkur minimalismi eins og Hildur svona kom að. En stefnan hjá Brynju virðist vera að stækka aðeins umráðasvæði hvers og eins. Þetta tveggjar íbúð sem þetta í eða stúdíóíbúð? Satt að segja, hef ég ekki séð skilgreiningan á þessu. Þetta allavega 2 herbergi, síðan forstofa og síðan salerni. Þetta með geymslu? Já, hún eitthvað svona 1-2 metrar og í kjallarann. Ég get komist í hana hvenær sem Síðan hef ég aðgangað þvottaherbergi sem að ég greiði mjög lítið fyrir. Ok, ég sé hann Hilmar komin aftur. Viltu pröfa hvort það sé betra samband núna, Hilmar, og koma inn í umræðuna? Já, heyri í mig núna? Já, mjög vel. Halló? Ok, það er flott, já. Ég man ekki ég var að tala sko lóðakostnaðurinn svo mikill. Ég þeirri skoðun að það að þetta gengur út af þess að Hildur sagði sko að gera þetta viðráðanlegt verðið og á þess að minnka gæði. Og það alveg gríðarlega mikið atriði. Og ég minni á það að þegar við vorum að, þegar foreldrar mínum voru að byggja, þá voru byggingasamfélög. Það var byggingasamfélag kennara, símamanna, KR-inga, prentara og þar áttu göttunum. Og við munum líka eftir byggingasamfélög, ungs fólk, byggjung, og þetta voru einhverjum hópar og svo voru bara vinahópar sem fengu raðhús í Árbænum og framöndu göttunum og þeir réðu sér sem sagt hönnuði og létu teikna þetta og svo buðu þeir þetta út og tóku svo við eigninni eins og var mjög algengt og þú manst örugglega eftir og þið tóku við í tilbúnindu tréverk og svo fluttu menn inn, gerði samkaup gólfefni og þar undir göttunum og þetta var allt til þess að ná greiðslubyrðinni niður, ná verðinni niður og rauninni húsalegunni. Og ég held að maður eigi að hverfa aftur til þessa úthluta lóðum, sleppa bröskurunum, fyrir ekki að kalla það, þeir eru það, sem selja, sko, lóðirnar ganga á milli manna. Maður sér oft lóðir sem einhver á, selur einhverjum, hann selur aftur og svo selur einhver þriðaðilega og svo einhver sem teiknar á þetta, svo þetta selt og þá þetta orðið þannig að lóðakostnaðurinn er orðin 25% af verktakakostnaðinum. Og það hægt að fara tilbaka. Borgin á ekki að standa í þessu stiði þetta.
Núna til dæmis hérna í Vesturlönd, sko, það er lóð hérna við Ægisíðuna sem stendur bensínstöð á, hún er eitthvað 6.000 fermetrar í einbýlishúsahverfi og lóðarsamningur olíufélagsins N1, hann rennur út 2023, en núna er búið að gengið frá sölusamningi, borgin seldi olíufélaginu þetta sem ætlar að byggja einhver fjölda íbúða, einhver 3-4 hæðum og selja þetta aftur. Og það er þannig að peningarnir, eins og Karl sósíalista, Karl Marx sagði að upphaf alls auðs er vinnan. Þú týnir það ekki upp af jörðinni neðst frá. Það er einhvern að borga þessa peninga og hvers getur sem er svona lóð, það hækkar 1 milljarð, þá eru íbúarnir sem þurfa að borga þetta á löngum lánum. Og það er hægt að fara, ég held að sé meira svona stjórnunaratriði. Og þetta sem Hildur segir og þessar sögur þarna sem ég er búin að heyra núna sem ég bara vissi ekki, ég vissi ekki að það væri gengið á gæðin eins og gert er að því virðist. Ég held að þetta væri, menn hefði bara horfið frá þessum það liti sem ég var að læra arkitektúr. Þá áttu íbúðir og húsar fyrir alls konar og alla og ég þekki það sem ég bjó í Danmörku í Albertslund. Það var algjört félagslegt hverfi fyrir 25.000 manns og allt lág rétt byggð og þetta vakti mikla athygli og það var mikið akademikurum sem satt í svona humanísku greinum, félagsfræðingar og sálfræðingar og kennarar sem fluttu þarna og þetta var mjög vinsælt. Þarna þurftu börnin aldrei að fara yfir götu, íbúðirnar voru góðar, allir höfðu garður og götunum. En svo ég kom aftur að slúminu, núna var þarna stofnuð svona fjölgyðingshof sem gerði það verkum að trúarhópar aðrir en kristni fluttu þarna, maður má kannski ekki segja þetta, en núna er hverfið svolítið öðru sem heldur en það þegar ég var þarna fyrir 40 árum síðan. Það hefur breyst og það er kannski ekkert við því að segja alltaf leina það. En fólk hópar svolítið samans, líkir. Og danska þjóðin er náttúrulega svolítið öðruvísi heldur en þegar þú... Líka, svona félagslegum ástæðum. Hilmar, danska þjóðin er náttúrulega svolítið öðruvísi heldur en þegar danska þjóðin eins og íslenska þjóðin er svolítið öðruvísi heldur en þegar þú varst ungur. Það eru 55.000 aðflutt fólk sem býr á Íslandi í dag, en það voru kannski 3.000 þegar þú varst ungur. Já. Það er miklu breytingar. Svo er það eitt líka þetta með lágu þéttu byggðina. Mér verður áhyggjur á því og ég hef gaman að Hildur segja mér eitthvað um það, eitthvað skoðan á því, að það er ekki byggðan neinn sérbýli. Einu sérbýli sem er úthlutað núna, það er fyrir fólk sem er á götunni. Það eru sérbýli, svona einhver lítið sérbýli hér og það er bókum í Guðvinni eins og einhvers stað. En það eru allir eða alla dreymir einhver tíma á lífsleiðinni að hafa pínlítinn garð. Ég held það. Og það þarf að mæta þessu fólki. Ég skil ekki af hverju það er ekki gert, en þetta er hægt að gera þetta. Það þarf ekki að byggja sko 50 íbúðir á hektara lára þéttri byggð. Það þarf ekki að fara alltaf upp í 5-6 hæðir. Það er óþarfi. Það er óþarfi bara. Hvað þau Hildur, hvað mér langar að spyrja það sem að Hilmar var að lýsa hvernig þetta var áður með löggublokkina og leikarablokkina og ég held nú til dæmis að forsætisráðherra búið í einhverju blokk sem var búið til og svona. Þetta kerfi sem var hér áður. Hún býr í Símamannblokkinni. Ef ég má aðeins halda áfram að þetta kerfi sem var hérna áður, að þetta var náttúrulega miklu lýðræðislegra kerfi, þar sem að fólk var raunverulega að tala við arkitektinn hvernig ætti að vera íbúðin sem að það ætlaði sjálft að búa í til framtíðar og svona umgjörð sinnar fjölskyldu. Í dag er meira svona verið að framleiða íbúðir bara sem vöru, bæði hjá stóru verktakafyrirtækjunum sem að mala gull og svo líka er raunverulega það kerfi er hjá Bjargi og fleirum. Er þetta, Hilmar er að segja að við ættum að hverfa aftur til eitthvað svona tíma? Er það raunhæft? Er það líkara þannig sem er í Danmörku? Er það lýðræðislegra húsnæðiskerfi? Getum við orðað það þannig? Ég veit að það eru margir sem að vilja þetta er einhvers konar samvinnufélög sem að geta byggt fjölbýli til dæmis eða einhver svona þétta lága byggð fyrir þá eigendur koma sér saman að láta hanna svoleiðis húsnæði fyrir sig og byggja sjálf. Það hefur verið eitthvað svona kannski að því best veit svona fjármögnunar vandi við svona fyrirkomulega því að þú veist fólk er náttúrulega ábyrgð fyrir hvort annað en það er verið að vinna, veit ég, stíft að þessu til dæmis í Danmörku
og það einhverjar svona lausnir komnar, einhverjir sem eru tilbúnir að lána í svona tilraunastarfsemi. En þetta kemur alltaf inn á bara góðan punkt að því þá fólk að hanna og byggja fyrir sjálft sig og þá það ekkert að skera niður gæða því það veit hvað það vill og veit hvað þarf, svona eins og var áður fyrr. Og kannski svona í ljósi umræðunnar eins og Hilmar kom inn á að áður fyrr þá gat fólk tekið við íbúðum á einhverju lægra byggingastigi og komst þannig einhvern veginn inn á markaðinn og gat klárað það sjálft. Að núna er náttúrulega búið að girða fyrir allt svoleiðis og þarf að skila íbúð bara full búinni með öllum græjum og slökkutæki og það alveg tipp-topp í rauninni, allt svona tæknilegt, þú veist, ef það kemur ekki ljós einhver byggingagalli seinna að segja, en á móti allt hitt sparað sem eru þá svona rýmisleg gæði, svona umgjörð fjölskyldunar, sjálfur arkitekturinn, sjálf hönnunin, það einhvern veginn verður undir í þessu spili með að afhenda íbúðina fullbúna og náttúrulega fyrir þá eitthvað mjög hátt fermetraverð eins og verið að selja íbúðir á. Og það má líka benda og það ekki bara lóðakostnaður sem hár þó svo að það sé braska með, hann heldur búið að sýna fram á margoft að byggingakostnaður og söluverð alveg þar stór munur þar á og borgin til dæmis veit ég að lét gera könnun árið 2018 og þá kom í ljós að það var 25% munur á söluverði íbúða og byggingakostnaði með öllum gjöldum. Það sem álagning raunverulega verktakans að lágmarki 25%, þannig ef hann selur íbúð á 40 milljónir þá hann að taka 10 milljónir í vasan. Eða 50 milljónir. Eða ofan. Selur á 50 milljón, já, hann fær þá segjum 60. Álagningin sem sagt 10 milljónir af 40 milljónum. Já, eða þú veist, þetta kom alltaf út úr einhverju rannsóknarna 2018, ég veit ekki hvernig þetta núna, en ég get alveg ímyndað mér að þetta sé ekkert ósvipað. Og það líka aftur umræðan áðan hjá þeirri sem leigir hjá Bjargi, ég man ekki hvað hann heitir því mér, en það með geymsluna, hvort að megi yfir höfuð hafa geymslulausar íbúðir, að það var gerð stór breyting á byggingareglugerð 2012 og þá voru alls konar svona hlutir sem voru inn í reglugerð áður, þeir voru svona týndir hægt og rólega út, til dæmis svona einmitt að það var hægt að sleppa við geymslu, þá kannski kom geymslu skápur inn í íbúð í staðinn, sem kannski bara fataðingin í forstofu. Já, og svona og lágmar stærðir í eldhúsi, stofu og svona, þetta var allt tekið út, þannig að afleiðingin svolítið það sem við erum að sjá í dag, að þá bara einhvern veginn ráðist á allt sem hægt að finna til þess að spara og einhvern veginn, já, komast þannig slátt og hægt Hildur, í upphafi þá varst að tala að þú hefði borið saman almenna íbúðakerfið á Íslandi og í Danmörku. Einn munurinn þar á að almenna kerfið sem eins og Bjarg, að þú þarft raunverulega að vera á mjög lágum tekjum til þess að sleppa þar inn á meðan að almenna íbúðakerfið eins og orðana hljóðar raunverulega fyrir allt fólk í Danmörku. Þetta ekki ansi svona veigamikill munur á þessum tveimur kerfum? Annað kerfið eiginlega byggt upp bara fyrir þá sem eru bara á allra lægstu tekjunum, en hitt raunverulega bara valkostur í húsnæðismálum bara fyrir allan almenning. Jú, þetta mjög mikilvæg punktur, af því þetta líka, sem sagt, ef að markmið að blanda almennilega, svona þjóðfélagshópum og tekjuhópum og í rauninni ekki fylla eina blokk af fólki með félagsleg vandamál sem þá kannski þeir sem allra verst settu og svo næsta blokk þeir sem eru aðeins betur settir og svo rest, að þá náttúrulega eiginlega alveg galið að hafa þetta kerfi svona ofboðslega svona stéttskipt eins og það Það þarf að vera bara opið fyrir alla. Ég veit náttúrulega að það náttúrulega verið að byrja á núlli, það okkur vantar í rauninni, þú veist, þetta kerfi sem að þau eru þó með. Það 20% allra íbúða í Danmörku eru almennar íbúðir og þau eru ennþá að byggja og eru með
sko mikið metnað núna að bæta verulega í. Og þetta til dæmis til þess að síðasta svona útspil ríkisstjórnarinnar var að reyna að liðka til þess að geta byggt meira af almennum íbúðum og dýrum svæðum í dýrum hverfum og í stórborginni, náttúrulega Kaupmannahöfn og Árósum og svona. Það sem rauninni eins og gerist bara allstaðar að þá mikil pressa á þessar borgir sem leiðir til þess að verðið hækkar og það þrýstir alltaf jaðarhópum lengur og lengur út úr borginni. Þannig að þetta til þess bæði að ná öllum inn í borgina og bara að skapa þennan jöfnuð sem í rauninni svo ákjósanlegur að hafa pláss fyrir alla. Þannig að það kemur betri borg út úr því ef við höfum þessa blöndun, að við erum ekki með svona lagskipt, stéttaskipt. Það er betra skipulag í hverfunum, það er betra. Og það kemur líka betri borg og betri arkitekt út úr þessu ef við höfum svona meiri lýðræði í ákvörðunum, þar sem að fólk er kannski að móta sínar íbúðir sjálft, frekar að það séu kannski fyrst og fremst 3, 4, max 5 stór verktakafyrirtæki sem eru bara að framleiða húsnæði inn á markaði. Það er þetta að draga þess álættum, heldur. Já, alveg klárlega. Og það er líka einhvers konar íbúðalýðræði byggt inn í danska almenna kerfið. Þannig að það er alltaf svona íbúastjórn sem er með í ákvörðunartöku þegar er búið að byggja húsnæði og fólk er flutt inn, að þá er oft eins og til dæmis núna er mikið verið að umbreyta þessum hverfum, það sem er kannski 100% almennar íbúðir í heilu hverfinu og það þykir ekki góð blöndun. Þannig að það er alls konar aðgerðir í gangi núna sem að ganga meðal annars út á að rífa hluta kannski niður á einhverju húsnæði og svo byggja þá inn í öðruvísi húsagerðir. Þetta var kannski bara 8 hæða blokkir eins og Hilmar einmitt að gagnrýna og þá er kannski komið svona lágreistari byggð inn á milli eignaríbúðir og raðhús til þess í rauninni að fá þessa blöndun. Og þar eru íbúarnir einmitt með því að taka ákvörðunum hvar á að fara inn og rífa og hvar á að breyta til þess að fá mest út úr breytingunni. Aukin jöfnuður og aukin lýðræði býtur betri borg. Í almennum íbúðum í Danmörku og ég veit að það er hugmyndin í Bjarg er þannig að leigjendur munu hafa eitthvað þróun félagsins að gera. Það verður fulltrúaráðar inni á að vera þar og ég held að hugmyndin sé svo að fulltrúaráði muni svo velja stjórnina á endanum. Kristbjörg, ert þú einhver svona aðili að Bjargi, annað en að vera bara leigjandi? Veistu til þess að það sé fulltrúaráð leigjenda sem er að starfa þar og að leigjendurnir hafi einhverja aðkomu að þróun félagsins? Ég er ekki viss, sko. Það var einhver sem kom og talaði við mig út á leikvelli. Hún sagði hún væri einhver svona formaður íbúafélags. Hún er íbúð hérna. Þannig að, já, mögulega er eitthvað svoleiðis, en ég er samt ekki inn í því. Það er húsfélag? Hún býr ekki í sama húsi, þannig að... Nei. Ok. Og ég spyr að þið Svavar hafa leigjendur Brynju, hafa þið svona aðgang að stefnu félagsins, mótun hennar? Já, í raun ekki. Þetta er eitt af því sem ég hef gagnrýnt nokkuð. Síðan ég flutti inn í íbúðina þá hefur engin svona íbúafundur verið til staðar og við komumst ekki heldur á húsfélagsfundi, jafnvel bara sem áhorfendur. Þetta er eitthvað sem ég hef bent þeim á og ég held að þau sé að skoða þetta hjá Brynju. Hver mæti þá húsfundin? Ég held að það sé bara Brynja. Og bara... Þau bara skráða það bara í bók. Og tala við sjálfa sig. Já. Ok, höldum ára með lýðræði. Þórdís, þú sem leigjandi á félagsstofnun stúdenta, hefur þú aðgengi að svona stjórn stúdentagarana? Nei. Það er bara send svona könnun hvað okkur finnst. Það er eiginlega sem ég hef fengið svona eitthvað. Þeir eru tekið sem neytendur frekar heldur en svona eigendur eða verkefnisins. Já.
miklu frekar. Við vitum það að í félagsbústöðum að þar eru 3 manna stjórn og þar eru leigjendur ekki með fulltrúa. Það vill reyndar svo til að það er einn fulltrúi í stjórninni núna sem er leigjandi hjá félagsbústöðum, en það er ekki hugmyndin á bak við kerfið. Þannig að við munum tala áfram þetta við rauðaborðið, aukin jöfnuð og aukin lýðræði, betri borg og betra samfélag. Ég þakka ykkur kærlega fyrir Hildur og Hilmar sem nú reyndar horfin frá okkur. Það nátti ég ykkur tæknierfiðleikum. Þórdís, Kristbjörg og Svavar, ég þakka ykkur fyrir að koma hérna inn og svona sem fulltrúa notendana. Þetta er svona tilraun hjá mér að blanda saman svona þekkingu og svo reynsluþekkingu inn í sama þáttinn og þetta hafi gengið ágætlega. Hérna seinna í kvöld á Samstöðinni verður nýr þáttur ungra sósíalista. Ég hvet ykkur til að fylgjast með því. Svo verður rauðaborðið hérna aftur á morgun klukkan 8 og þá